Þetta kemur í kjölfarið á þessu sem að ég var einmitt að segja. Ég ætlaði nú bara að viðurkenna það að þetta er mitt eigi Facebook og þarna stóðst ég ekki mátið að einmitt setja þetta í smá samhengi það sem er verið að gera þarna og að því að ég fjallaði þetta áður og ég ætla ekki að lesa alla greinina fyrir ykkur þegar ég fjallaði greinina þingkonuna hún er fyrir þingkona Pírata, heitir Ásta. Hún skellti sér til Íran og fjallaði þessu kúuna sem að hún varð fyrir á Íslandi í kjölfarið. Ég ætla að lesa nokkuð svona highlights úr þessum pistli hjá henni og þetta er bilun. En ástæðan fyrir ég að því að koma með þetta í annað skipti er vegna þess að þú veist, mér finnst bara meira tilefni heldur en nokkuð tíman áður til þess að bara sýna hvers konar heilaleikfimi á sér stað hjá fólki sem er í rauninni bara að gera allt til þess að afsaka þetta bara út af því hvaða fólk segir það, ekki hvað er sagt eða gert heldur hver. Þannig að hérna kemur eitt gott highlight. Við erum að leita veitingastað til að borða morgumat, sagði Karl. Veitingastað, hváði skósalinn. Þú kemst ekki inn með konuna þína inn á veitingastað. Útskýrðan og leita á mig. Og eins og segi, þessi saga er skrifuð fyrir þingmanni Pírata og hún er 9 ára gömul en hún er samt besta dæmið sem ég gat hugsað til þess að skal ég segja koma með þetta. Við þurfum ekki að sjá alla söguna Arnar, þetta er bara þessi komment, ég hef lesið þessa sögu, hún er of löng til að lesa aftur en sem sagt þetta sýnir bara fullkomlega hvernig meðvirknin með kvennakúun alvöru feðraveldis virkar og hvernig fólk nær á einhvern ótrúlegan hátt að afsaka alvöru kvennakúunina en á sama tíma fordæma þá sem búa í landinu sem leiðir jafnrétti kynjanna í öllum heiminum. Ok, hérna kemur annað. Það sem var skrítið var að þessum spurningum mig var ekki beint til mín, heldur til Karls. Spurningum var aldrei beint til mín. En ég var farin að skilja að það var ekki af vanvirðingu við mig. Ok. Í gegnum þurra eyðimörk til jast þar sem ég stalst til að leyfa eyðimörkusólinni að skína á bert hárið á hádegi þegar enginn var úti. Ég læddist á stuppusunum og hlýraból við litla hrifningu drengjana þegar þeir áttuðu sig á hættunni. Hún semst var að gista hjá okkur fólki og laumaðist út í garð í góðaverið á stuppusum og hlýraból. Og já, við litla hrifningu drengjana sem bjöggu þarna því að þeir áttuðu sig á hvað þetta var bókstaflega hættulegt ef það hefði náðst í hana þarna. Svo kemur það sem er punkturinn í þessu öllu saman. Í stað kúunar upplifði ég kurteisi og virðingu. Þetta er í Íran, by the way. Var ég kúuð? Ég var kúuð, en ég fann ekki fyrir kúunni, ekki fyrir en ég sneri aftur til Íslands. Nú langar mig að spyrja hana, hvað finnst þér um svona heilaleikfimi? Ertu sammálinni? Nei, ekki alveg. Það er helviti erfitt, sko, því að þetta er svona, sko, ef ég ætti að setja þetta í samhengi sem að vógeðslega fólki myndi skilja, þá myndi þetta vera svona eins og þú hefði farið til Palestínu og þú hefur ekki fundið fyrir að væri neinni hættu. En svo eru komin til Íslands og þú hefur verið leið í 10-11 kvöldi og þú sagði 4 úlinga hanga fyrir utan og þú hefur upplifað þá að þú væri hættu. Þetta væri svona svipuð samlíking, ég held að hún sé ekki það slæm, sko. En þetta bara sýnir svart á hvítu, svo meira segja, sko, hún þurfti að vera í sér lest, hún mátti ekki taka sér slæðuna fyrir hún fór yfir landamæri og bara almennt er þetta heilaleikfiminn sem er beitt af þessu liði til þess að afsaka misgjörði sem við verða fyrir. Þú fer til lands, það sem enginn tala við þig, það er ekki tekið í höndina á þér. Þú mátt ekki einu sinni farin á veitingastað með manninu þínum. Hann hefði mátt farin á veitingastaðinn. Hún hefði ekki mátt koma með. En hún gat orðið þingmaður 22 ára á Íslandi og þar er hún kúuð. En hún mátt ekki farin á veitingastaði í Íran. Ég var í ofboðslega til í að heyra hvernig þú réttlætir þessa kúunar samlíkingu að þessu kúuð á Íslandi sem leiðir í jafnrétti en fannst þú ekki vera kúuð í Íran þar sem hvað voru þeir ekki að hengja konur einhvers staðar úti sem einhver svona forvörn út af slæðudæminu daginn, er það
Já, manna ekki alveg. Já, mér minni það er við látni hanga þar bara líkin, látin rotna þar til að varna öðrum að hætta þessari slæðubaráttu sem við voru að standa í á fullu.